Góðan daginn, gott fólk. Gömul og góð kveðja sögð, gott fólk. Þannig það nú líka, við erum bara ágætt öllu ekki. Já, ég held það. Ef við kveikjum einu kerti á og síðan þessu hér, því við ætlum að nota náttúrulega sem okkur tilvæmlega verið ekki á. Það er bara ágætt svona hjá okkur. Já. Alltaf getum við aðeins lagt að laga til og við gerum það að við getum. Þetta er ekki eitthvað aðstæðlegt hjá mér hérna. Þetta er eitthvað hálf aðstæðlegt hjá mér. Mér hafa það. Við hafnfirðingarnir eru svo vanir að laga alls konar. Við þurfum að gera það stundum svona eftir að við byrjum. Það er betur að gera þetta áður. En við erum hafnfirðingar og gaflarar og þeir gera nú allt rétt, ekkert allt rétt, en svona sumt gera það nú rétt. En þeir reddast alltaf, það er nú fyrir mestu. Við erum að redda okkur krakkar. Það er það sem við verðum að gera. En það var nú kannski ekki þemað dagsins, þegar við erum stödd í þætti, merkilegum hjá þetta, sem heitir Biblíuþátturinn okkar. Vissulega er Biblíuþáttur merkilegu þáttur því að hann snýst lífið sjálft. Jesús nefnilega er lífið sjálft. Og þar eru við 100% sammála. Því að bæði vitum við svolítil deili á Jesú. Og það kunnum við vel við að vita svo lítil deili á honum, en við munum og höfum ekki enn gleymt að það var hann sem fann okkur, en við ekki hann. Og Jesús snerti okkur og síðan höfum við verið hans fólk og barist trúarinnar góðu baráttu, að því við vitum og við kennum að sú barátta er í raun og veru eina baráttan sem er þess virði að berjast fyrir. Trúin á Jesú. Útbreiðsla á trúnni á Jesú er það sem að við ættum að sameinast að standa að, en gerum ekki vegna þess að við erum svo harla fá sem að þekkjum Jesú, en erum með þetta heilt yfir í 100 miljóna, en svona miða við allan fólksfjöldan í heiminum, þá erum við ekki stórt brot af því. Og enn höggum við í sama knérun, við erum ennþá að tala Jesú, lyfta upp nafni Jesús og gerum að því að við höfum ekki fundið neitt þessu nafni betra, niður æðra þessu að gera. Þess vegna gerum við það. Við viljum gera það sem er betra. Og besta verkið er auðvitað að sinna Jesú, tala Jesú og leyfa huganum og hugsuninni og hjartana að fyllast af Jesú. Það er gæfuspor manna, en ég veit að það er ekki allir sammála þessu. Og okkur veit ég það, að ég veit líka, alveg svo þú, að trúin er bara aldeilis ekkert allra. En hún er þín og hún er mín. Og við erum að tjá okkur það sem við vitum og þekkjum. Við erum ekki á staðnum sem tölum mikið og oft eitthvað sem við vitum ekki hausni sporð á. Við erum komnir af þeim stað og inn á þann stað sem við þekkjum örlítið meira og betur. Og nú erum við að tala trúna, nú erum við að tala orð Guðs, sem við lagst yfir og sem í áratugi og eru enn á þessum stað að tjá sig orð Guðs. Þannig að þú sérð að eftir alla þennan tíma áratugi, tugi að baki,
er ljóst að einhver akkur í þessu að gera þetta. Hver nennir að standa í að leita upp, grafast í fræðum eða væri svo engin fræði? Það gerir engin maður, en vegna þess að þau eru fræði og merkilegustu fræðin sem setta að verið fram á jörðinni, að þá heldur það sig þar. Allt í honum segir honum að þetta sé rétt leið. Og hann hefur staðfestingu. Og staðfestingin eina sanna er heilagur andi sem býr í brjósti manneskju, manni og konu. Það eru allir jafnir. Svo að allir hafa sama aðgang að öllu því sem að andans er, en misjafn árangur manna vegna þess að það er misjafn hvað menn leggja sér mikið fram þetta. Það er ávöxturinn liggur í að þú leggir þig fram að gera þessi verk. Og hér eru við með á sitt hvora hönd, orð Guðs, og það er þetta allt sem við þurfum að heyra og vita til þess að trúin verði ögn stærri í dag en hún var í gær, og það er markmið. Og þarna ræði öllum, eins og í svo mörgu í lífinu og flestu sem snýra mér í lífinu, það ræði ég svo til öllu en samt ekki öllu. Sumt er, með öðrum hætti komið til mín, sem ég kannski ræði ekki svo mikið En svona 99% af lífinu manns, 90%, ég veit ekki hvað mikið hátt prósent, það er allavega mjög hátt prósent, ræði öllu hvernig er. Og ég fekk trú. Mér var gefið nú 1989. Og að því ég sá að þetta var eitthvað sem ég vildi halda í, lagði ég mig undir eins fram að ná tökum á henni. Ég elska að ná tökum á því sem ég er að gera. Og þegar ég veit hvað ég þarf, að þá vil ég fara í það, en það er ekki nóg að vita hvað maður þarf að gera ef maður síðan gerir það ekki. Hefði ég ekki lagt stund á fræðin, hefði ég ekki hlýtt kalli drottins að gera það sem ég er að gera, þá væri ég ekkert að þessu. Það segir sig bara sjálft. Og ég hefði þetta mist á gríðarlegum verðmætum. Og gríðarlega mikilvægri og haldgóðri þekkingu. Og ég segi, ég veit hvað ég er að tala þegar ég er að tala Guðs orð. Ég veit það. Og ég veit að þú veist það líka þegar þú ert að tala Guðs orð út þinn munn. Þannig að þar eru við jöfn. Allt komið vegna þess að við tókum biblíufræðin svolítið að okkur. Já, við erum í skóla og hann heitir biblíuskólinn okkar. Já, biblíuskólinn minn. Þá erum við búin að draga þetta svolítið nær þessum einstaklingu. Þú segir þetta fyrir biblíuskólinn minn. Þegar ég ber alla ábyrgð á því hversu mér gengur vel þar og hversu einkunnirnar verða háa sem ég tek, en próf tek ég. Eins og í öllum öðrum skólum þá tek ég próf. Og kannski tekum maður miklu oftar próf en manni grunar. En stundum, gekk mér ekki alveg nógu vel. Og það verður bara við kennast eins og er. Þarna láta sumi degan síga, sem er rangt, en sumi keyra í sig og halda áfram, sem er rétt. Hver er breytnin? Er hún rétt? Er hún röng? Þess vegna hvetjum við menn og konur að orði Guðs, því að þá verður breytnin oftar það sem orðið segir. Og það er að gera rétta breytni þegar við gerum það sem orðið segir.
að við erum hættir að hafa skoðanir á orðinu, því að skoðun mín, hún svo sem til staðar, en hún breytir ekki stafkrók í hugsun orðsins, og ég segi við mig, Konráð, ekki bara betra að þú fylgir þessu orði, og hvað heitir þetta? Deyðu sjálfum þér. Það heitir það. Og þessu öllu, að þetta allt þurfum við að gera. Við þurfum að deyja sjálfum okkur, þá þurfum við nefnilega að læra hvað orðið er máttugt, þegar við dáin sjálfunu. Og hvað er að deyja sjálfum sér? Það er annað orð til yfir það er að stíga út á, í trú. Þú þekki það nú vel hvað er að stíga út í trú, eða ekki? Búið alltaf að því. En þú segir það allavega, segist allavega alltaf vera að því. Alltaf að þessu maður. Hvað er þetta að segja mér á þetta? Ég er ekki að draga það í efa. En ég veit, það að stíga út á, gerum við að því við eigum til trú. Þannig við höfum verið að vinna alltaf út frá grunninum. Og hver er réttu grunnur hérna? Trúin mín. Já, trúin mín er réttur grunnur hérna. Trúin mín byggir á þessu orði. Og trúin mín framkvæmir samkvæmt þessu orði. Þegar trúin mín þekkir orðið svo lítið, orðið. Vegna þess að hafa lengi stúderað það. Þetta sjálfhól. Örugglega í þínum augum, já, en þetta er ekki sjálfhól, því að þetta er bara sannleikurinn. Þetta er það sem að þessi indæli maður hefur verið að gera í gegnum árataugina sem hann hefur verið á trúarins velli og er enn á trúarins velli og í sama eldi og hefur alltaf verið og hann er ekkert minni í dag en hann hefur alltaf verið. Það sér maður aftur og aftur. Sjálfhól. Þetta í þínum augum, en þetta er ekkert sjálfur. Þetta er bara sannleikurinn sjálfur. Við erum nefnilega hér til að segja hvort það eru sannleikan. Ekki til að miklast af einu en einum. Þetta er til að segja stöðuna nákvæmlega eins og hann er. Það er nefnilega árangur af því og háar prófenganir að taka próf í þeim fræðum sem að maður leggur sig allan fram í að ná sem bestum tökum á. Og það er góður lærdómur. Og kennari sem kennir slíkum nemanda segir, hér er góður nemandi. Og hann er glaður með sinn góða nemanda, vegna þess að kennari verður glaður yfir því þegar hann sér áhuga hjá manneskju. Manneskju sem er svona til daginn og milli rjótandi, það er alltaf vekjan alltaf. Ég held að kennari sé ekki rosalega glaður með hann og hann vill að hann hætti þessu þessu leiða sínum og hann getur það. Ef ég gat það, þá getur þú það líka og ég gat það. Veistu af hverju? Að því elska Jesú. Og ég vindi af því að læra hans orð og hans verk. Og meira, ég elska að fara eftir þau. Ég sé ýmislegt í mér sjálfum. Og ég er ekki alltaf neitt sérstaklega hrifinn af þessum hugsunum sem það er í gegn. En þú hefur fulla stjórn á. Ég sé það nú bara á þér. Ég hef það ekki. Og þessi staða er auðvitað viðurkenninga á vissum veikleika vegna þess að Drottinn segir sjálfur, segðu sjálfum þér sannleikan, Konráð Rúnan. Og ég er að því. Ekki til að slá mig undir, heldur til að læra og vera það sem ég segist vera. Getur þú það? Auðveldlega eins og ég.
Gerðu það? Þú svara því. Ég get ekki svara fyrir þig. En er ég ekki í neinni stöðu til þess. En ég veit hvað orðið segir. Það talar svona. Það vinnur svona. Og það hvetur mig til að fara af stað og læra upp úr orðinu. Það er lærdómur sem engin maður mun sjá eftir að gera. Hvar er nú gleraugun mín? Gleymdi að taka þau með. Þá getum við ekkert lesið. Að við sjáum til hvort við finnum þau. Þau eru ábyggilega frammi. Þetta er svona stundum bara. En ég get ekkert gert gleraugnalaust, þannig ég var bara að tala og ég sækja gleraugun. Og ég verð að gera það. Ég verð að geta að lesa upp úr orðinu. Og hér eru þau. Þú ert að fela þig fyrir mér og skammaðu þín. Þau voru ekkert að fela sér neitt, ég lagði þau bara frá mér, svolítið langt. Og gettu hvar þau voru. Þau voru í fremnisalunum. Þannig ég grípi þau með mér þegar ég tók svo til þetta glas og ég gleymdi að taka þau með mér. Þetta er nú gömul saga sem ég nokkuð vissum að allir gleraugnamenn og konur þekkja. Hver hefur ekki þurft að leita gleraugunum sín? Nú hlústu, sá það, vegna þess að þú ert maðurinn eða konan. Við erum jafnari oft en við höldum. Það er nú bara þannig með þetta ágæta tæki, þetta tæki, að við erum bara á þessu. Er sem áður var þegar við sáum smæstan letur. En nú er svo komið að við sjáum ekki einu sinni eða valla, náttúrulega sjáum stærsta letur, en það þarf nú að vera nokkuð stórt til að við sjáum það. Það er að segja ef við þurfum að vera nálægt okkur með eitthvað sem að gerum þegar við erum að lesa. Við getum ekkert gert annað en mætti með þessum hætti. Það eru tæki við hvert tækifæri, þannig að við getum þakka Guði fyrir margt. Og við getum líka þakkað honum fyrir það, einhver sérlega, hann gefst ekkert upp á okkur. Og það finnst mér alveg stórkostlegt. Það skulle ekki gefast upp á okkur. Hve oft höfum við ekki gefist upp hvort og öðru. Ég held við séum öll sek þar, en sum af okkur hefur reyndar jafna okkur á því og svo hefur þetta bara gengið tilbaka og orðið bara eins og áður var. Samt er allur gangur á því. Þegar lífmanna er svo óútreiknanlegt oft á tíðum. Hvernig það hegða sér og háttar. Þannig við erum með hjálpartæki inn í öll þessi mál og hjálpartæki er hér. Það heitir Biblían, líka kallað Guðs orð. Ég vil eitthvað nota orðið Biblían, ég nota nú til skiptis bara sennilega jafn mikið Guðs orð og Biblían. En þetta er sama. Og við þurfum á þess að halda og við megum ekki veiklast í okkar trú því við varðveitum ekki gullið okkar sjálf að hver ætlar þá að varðveita fyrir okkur. Enginn myndi gera það. Og eins sem við trúna að þetta er einstaklingsframtak 100% að sinna sinni trú. Ef ég sinni ekki minni trú, þó þú vildir, þá gætur ekki sinnt henni fyrir mig. En þú getur auðvitað gert margt í þessa átt og engum og sérlagi geturðu og gæturðu hvatt mig sem þú hefur auðvitað oft gert í gegnum tíðina. Eins og með mig, ég get hvatt þig og hef auðvitað oft hvatt þig í gegnum tíðina.
Veistu af hverju? Trúin sækir hvora í aðra. Ég sæki í þína trú, þú sækir í mína trú. Við hefum nefnilega eitt sameiginlegt. Þetta hér, orð Guðs, það hefur við sameiginlegt. Og í raun og veru eru við, ef við komum til hvors annars sem þessa trúaðu einstaklingar, þá komum við saman í raun og veru til þess að ræða það sem okkar hjartans mál, sem orð Guðs. Og við viljum tjá okkur það. Og ef við náum upp góðri stund, þá verður hún best þegar við náum því að stilla okkur saman utan einhver orð sem að orð Guðs hefur handa okkur. Það eru skemmtilegustu umræðurnar sem ég er í. Því lofa ég. Að því ég elska að tala orð Guðs, vita aðeins meira orð Guðs, því orð Guðs er líf mitt. Ég veit ekki hvað þú segir svona, en það ég að tala mitt líf, og þess að ég sé að hlutast neitt til þitt líf. En ég vil auðvitað bara að þú sért á sama stað og ég, vegna þess að ég séð að þetta er það besta. Ég séð margt, og ég hef reynt margt á minni langri ævi. En þetta stendur eftir, þetta er það sem ég fann og hef ekki vilja missa frá mér. Þetta er drakmann mín sem ég gjörsópaði húsið fyrir og svo hefndi ég til veislu þegar ég fann drakmuna mína. Það var þess að trúin mín sem að orð Guðs er að halda utanum á hverjum degi. Og við erum með þáttum sem heitir Biblíuþátturinn okkar sem hvetur okkur fyrst og fremst að orðinu. Og ég var að vandrast áðan með gleraugun, ég gleymdi þeim, þau voru nú svolítið langt frá mér. En það er ekki mér að kenna. Það er ekkert mér að kenna, þú veist það. Kannski er þetta ekki alveg sammála mér þarna, ekkert sem mér að kenna. Já, við skulum núna fara í Gamla testamentið, við erum svona bara hér og þar í þessu, við höfum lesið bæði úr Gamla og Nýja testamentinu. Og núna erum við í sögu Jónasar. Sum okkar þekkjum sögu Jónasar, við þekkjum að hann lenti í hvalsmaga, kannski þekkjum það en ekkert annað. En Jónas þessi var mikill þvergirðingur sem var á harðalaupum undan vilja Guðs. Harðalaupum. Ert þú á harðalaupum undan vilja Guðs? Jónas var það. Hann var og Drottinn kom með þessa sögu til að segja mér, Konráð, þú sleppur ekkert undan mínu vilja. Þannig að þú ræður hvort þú farir léttu leiðina eða farir erfiðu leiðina, en vilja minn skal ég hjá þér. Þetta er allt saman lærdómur. Og ég vil fara létta leiðina að því ég hef lært hvað það getur kostað að fara hina leiðina. Því að vilji Guðs kemur fram með léttu eða erfiðu. Og við erum núna í öðrum kafla Jónasar, þetta er nú stutt bók, Jónas, er hún nema 4 kaflar? Já, þetta er ekki reyna nema 3 blaðsíður. 7. kafli, 7. vers, 2. kafli. Vötnin ætla að drekja mér, hildi býð umlíki, já, vötnin ætla að drekja mér, hildi býð umlíkti mig. Og þangi vafðist mér höfuð. Ég steg niður að rótum fjallana og slagbrandu jarðarinnar skullu aftur að baki mér að eilífu. Drottinn Guð minn, ég var að dauða komin,
myntist ég drottins. Ég les aftur, ég var að dauða komin, myntist ég drottins og bæn mín kom fram fyrir þig í þínu heilaga musteri. Kannski Jónas, blessaður kallinn, í hvalsmaganum þegar þetta verður til. Því að lifandi komst hann í hvalsmagan og lifandi var hann þegar hvalurinn sigldi, strandaði í landi og spjó Jónasi út munn sinn. Það sagt frá því þannig í orði Guðs. Jónas lifði, hvalurinn dó. En Jónas var Guðsmaður og Jónas var á hlaupum undan Guði. Ég spyr þig, þú, Jónas, á hlaupum undan Guði? Sé köllun á þínu lífi, minn kæri eða kæra, þá mun köllunin koma fram og Drottinn býður þér, gerðu það með góðu. Og við skulum bara hefja samstarfi núna, segir Drottinn. Núna? Ég er nú ekki tilbúin í það. En ef Drottinn segir núna, þá ertu víst tilbúin. En þú þarft bara að sjá það. Jónas var tilbúin þegar Drottinn kallaði hann, en Jónas sá það ekki. Og Jónas byrjaði að hlaupa undan vilja Guðs og hann stökk á skip. Og það gerði brjálað veður á hafinu svo stundum og þekkja sjómenn. Og þeir komist að því að þessi veður hún var Jónas að kenna. Þetta var allt honum að kenna. Og þeir kasta honum út fyrir. Ekki vel farið með manneskju. Og svo gerist það að hvalur kemur, glennir upp ginnið og Jónas fyrir maga hvalsins. Drottinn vissi líka að því hvar Jónas var. Og hann skilaði hvalnum í land og búkurinn losaði sig við Jónas. Og hann fór og sagði Nínevu það sem að Drottinn ætlaði Nínevu að heyra og viti menn. Öll borgin, 140 eða 50.000 manns, eins og fingursmellur verða Guðs fólk, menn og konur. Hvað sjáum við hérna? Hann að sýna mér og þér mikilvægi þess að gera vilja Guðs, því að þetta snýst allt að maður stígi fram undir afli lifandi Guðs. Það snýst allt það. Við sjáum söguna á Jónasi, hún þetta. Akkur gerði bara akkur gerði Guð bara ekki það og frelsaði bara Nínevu á þess að Jónas kemur það neitt nálægt. Að þenn að sýna hvernig hann vinnur. Ég maðurinn, segir Drottinn, við mig, sem hann að nota. Hann veit gagnsemina af þessu sem hér verið að gera. Ég veit það ekki og velti því svo sem ekki fyrir mér. En ég veit hvað ég á að gera. Þannig að ég ekki Jónas, ekki ennþá allavega, sem tek á sprettin undan vilja Guðs. Ég elska að gera vilja Guðs. Og það hefur Drottinn gefið mér í vöggugjöf, en síðan í frelsast þá fór ég strax fékk ég strax þessa hugsun að elska allt sem var í kringum Guð, Jesú. Ég þekkti auðvitað ekkert Jesú. En hann var runnin upp fyrir mér alveg morguntær. Og ég þekki hann allvel í dag, eftir áratugi. Með bókina fyrir framan mig daglega í áratugi.
Ég veit ekki hvað þú skilur af svona tali, kannski vekur þetta þér sama hneykslun og það hefur alltaf gert, eða kannski ertu bara hreinlega sammála þessu sem hér er verið að segja. Og ég veit akkur þú ert sammála því ef þú ert það. Þú ert trúið manneski alveg eins og ég. Þá ertu sammála þessu. Vantrúin verður aldrei sammála þessu. Hún mun alltaf koma í gegn, en þetta er ekki gefið að vera sammála því sem Guðsmaður er að segja. Þetta er allt saman gjöf. En ég bið fyrir þína hönd að Drottinn miskunni sig yfir þig og þú sjáir gagnsemin að því að vera hliðhollur Biblíunni. Ég sá það loksins, en ekki samt í áratugi. En það breyttist áratugum seinna. Og hefur enn haldist í því horfi og ég ekkert veiklast í þessari afstöðu minni gagnsemi orðs Guðs. Gagnsemi Biblíunar fyrir mig að lesa. Hún er bókin. Heilagur Andi er kennari minn. Get ég treyst heilagum Anda? Ef ég treyst honum ekki, þá treysti ég engu. Jú, ég treyst honum. Að ég treysti því sem Drottinn hefur sagt. Og þetta er auðvitað boðskapur sem við þurfum að láta ganga út hvert til annars. Þegar ég þarf að treysta orði Guðs, þú þarft eins og ég að treysta orði Guðs. En þetta er val mitt að treysta því. Sömuleiðis er að val þitt að treysta því. Og ég hveti til þess að veldu það núna að treysta orði Guðs. Ég man alltaf eftir því, fyrir margt löngu, þá er ég svona græðingur í þessu og meira en ég er í dag, að ég var einhvern tímann að lesa orð Guðs og ég var kannski ekki alltaf alveg sammála þessu sem að þarna stóð og þetta er náttúrulega mikið efni. Dag 1 ákvaði ég, þetta er ákvörðun mín, myndi það, að ég ætla að hætta að rífast við Biblíuna eins og ég sagði, ég orðaði þetta svona. Ég ætla að taka við bókstafnum eins og hann kemur fyrir þó ég skilja hann eða skilja hann ekki. Og það sem ég skildi ekki þá hef ég kannski aðalega skilning á síðar. Því orð Guðs heldur áfram að vinna og þetta lögst upp fyrir mér og ég fekk mikið frið fyrir þessu mann ég var kannski byrjaði að vera svolítill Jónas að ströggla og svona aðeins að slást við Guð. Samt valdi ég það að fara léttara leiðin að þessu. Ákvörðun. Ég sagði, ég ætla að hætta að rífast við orð Guðs. Og ég gerði það. Og þarna eru það ákveðin kafla skil hjá mér. Ég gat farið leið Jónasar. Tekið á sprettin. En ég veit svo sem ekkert hvað er að taka sprettin að þessu leiti því ég aldrei gert það. En þarna var maður kannski komin á flótta en hætti við að vera á þessum flótta því sagði ég ætla að hætta að rífast við orð Guðs. Það var mikið gæfuspor og ég öðlast mikið og góða skilning á orði Guðs vegna þess að ég breytti rétt og Drottinn metur það þegar við breytum rétt gagnvart sér. Allt hjálpar það ekki fyrir trúna okkar að því við erum að byggja það sem við erum að gera á orði Guðs. Við erum að lesa sjálf í orði Guðs. Við erum sjálf að velta fyrir okkur orði Guðs. Og kennarinn eini sanni, andinn í brjóst okkar, útlistar fyrir okkur því sem hann sjálfur vill. Og í hjartakistuna safnast meiri skilningur eftir því sem við vinnum meira í málinu og við vitum alveg að þannig er það.
ef þú vinnur mikið í málum, að þá líka ertu að gera, færðu meira út úr því. Þetta sama með orð Guðs. Þetta matur og orðið segir að sá sem ekki vill vinna á ekki mat að fá. Ég lít svo á að þetta sé líka hvað orð Guðs varðar. Við vinnum, við fáum mat og við njótum matarins. Við erum að vinna fyrir matnum okkar, má segja, með því að gera þessi verk. Og það er ekkit ósanngjarnt að menn vinni fyrir sinn mat, hvort sem það er þessi veraldlega fæða eða þessi andlega fæða. Og andlega fæðan er þannig að hún ljáir ekki máls á neinu nema þú vinnir fyrir henni. Og það er einmitt það sem við erum að gera. Við erum búinir að opna bókina, hún er fyrir framan okkur. Við erum meira að segja búin að finna gleraugun sem við týndum, lögðum frá okkur á afviknum stað og myndum ekki hvar var. Kemur fyrir besta fólk. Og svo lesum við. Við erum núna í Lúkasar Guðspjalli. Og kaflinn er númer 18. Og það er merkilegt reikningavers sem hér blasir við. Það er númer 28. Í 18. kafla Lúkasar Guðspjall. Það sagði Pétur, við yfirgáfum allt sem við áttum og fylgdum þér. Jesús sagði við þá, sannlega segi ég þér að enginn hefur yfirgefið heimili, konu, bræður, foreldra eða börn vegna Guðs ríkis, án þess að hann fái margfalt aftur á þessum tíma og hérna komandi heimi eilíft líf. Hér er stórmerkileg frásögn á komandi tíma, á þessum tíma og komandi tíma. Og ég spyr sjálfa mig, Konráð og Rúnar, hvenær skorti þið einhvað eftir að þú komst í rann Guðs? Ég segi, með sanni, sá dagur er ekki enn runnin upp að mig hafi skort eitthvað. Við vorum að lesa það hvað hann gerir. Það fer enginn frá honum tómendur. Það fara allir frá honum með fullar hendur af því sem þau þurfa. Alltaf. Vertu sanngjarn og sanngjarn við sjálfan þig, spurðu þessara spurninga og ég er nokkuð viss það að svarið þitt er eins og svarið mitt, að ég hef alltaf haft alls nægtir síðan ég komst til trúar á Drottin Jesú Krist. Alltaf. Ekki bara stundum, alltaf. Þetta er stórt upp í sér tekið, vissulega, en orð mun standa við það 100%, því að þetta er sannleikurinn sjálfur. En það komið tími, ég hljópa aðeins frá, en þessi týndi gleraugunum, það ég er nú ekki svo fyrsti sem týni gleraugun, hefur þú aldrei týnt gleraugunum þínum? Við gerum ekki annað en þessi gleraugunum en að leita að þeim, þú veist það, sem er reyndar meiri en aðrir. En hér eru þau, lítil og sætt, gera sitt gagn og það er komið sem sagt lok hjá okkur og þá er bara eftir að kveðja og ég kveð, þakka fyrir mig, verðið þér eftir viku aftur með nýtt efni sem að ég veit að þú ætlar að biðja alveg sérstaklega fyrir. Vertu sæll.